Þorlákur Árnason, þjálfari unglingalandsliðs kvenna. Naumt tap á móti Noregi þriðja sæti á Norðurlandamótinu. Ertu sáttur við fjórða sæti? Nei, ég sjálfsagt ekki. Við bara stendum á að vinna leikinn og vinna þar alveg Norðurlandamótstitilinn. Og þetta voru töluveg vonbrigði. Sérstaklega það sem við skoruðum í okkar fyrstu sóknarleiknum, bara fyrstu myndinni. Við lentum í svaka vandræðum í fyrri hálfleik og vorum undir 2-1 og vorum bara næst bestar alla fyrri hálfleikinn. En spiluðum virkilega vel í seinni hálfleik og það hefði getað skorað. Fengu 3-4 góð færi í seinni hálfleik til þess að jafna metin. Hver aldrei er ástæða fyrir því að við höfum byrjað svona rólega í dag? Mér fannst svona svolítið stressinn í sumir leikmenn. Leikmennir sumir hafa mjög mikla reynslu. Þeir leikmenn sem eru að spila í Pepsi-deild kvenna hafa náttúrulega að spila á hæsta leveli og eru vana svona leikjum með háu spennustigi. En auðvitað þær reynslu minni voru svolítið stressaðar. Og hitinn var gríðarlegur í dag. Það var náttúrulega erfiðasti leikur, maður var svolítið erfitt að meta hvernig myndi standa okkur út af hitanum. En breytir engu því að hópurinn kemur allt tilbaka og seinni hálfleikurinn var bara frábær. Við tölum það að við ætlum ekkert að láta þær vinna okkur auðveldan hátt, því að það leit út fyrir það í hálfleik. Þannig að seinni hálfleikurinn var mjög góður okkar hálfu og við náttúrulega bæði fengum færi og svo atvik í lokin sem okkur fannst við ættum að fá vítaspyrnu. Þessi leikur tapast 2-1. Allir leikirnir hafa sjá okkur að fara með eins marks mun. Eru þessi lið allt svona nálægt hvort öðru? Já, það er náttúrulega þannig að þetta er bara, má segja þetta sé bara eins og úrslitakeppni Evrópumóti, þetta mót. Svona svipað eins og þegar Ísland A-landslið kvenna fór í fyrra. Og skoraði 1 mark í keppninu og öllum fannst það bara frábær árangur. Við erum náttúrulega að spila við þvílíkt sterkt lið og liðin eru jöfn. Við auðvitað gátum unnið Svíana stærra en 3-2 en þetta er alveg bara feikilega sterkt mót. Þannig að það var ekki skömmað að tapa þetta en við ætluðum okkur að vinna mótið. Og þess vegna erum við náttúrulega bara svekktar og leikum strax að tala með Evrópukeppnina. Já, segðu okkur aðeins hvað er framöndan? Já, það er sem sagt, við ætlum að fara til Færeyja núna í lok júlí með hluta á hópnum. Við ætlum að prófa yngri leikmenn og aðra leikmenn sem voru ekki í þessari ferð. Og síðan er Evrópukeppnin miðja september í Búlgaríu, það er riðlakeppnin og þá er auðvitað markmiðið bara að komast áfram í millirið. Hefur þetta lið getuna í það? Já, alveg klárlega. Við komum náttúrulega mörgum mjög mikið óvart. Fyrst held ég að fyrstu leikirnir á okkur voru frekar varnarsinnaðir en svo held ég að margir reykju upp stóru augu þegar við sáum við gátum spila mjög góðan fótbolta og við erum að halda boltanum mjög vel innan liðsins í síðustu 2 leikjum. Þannig að bara taka miklu framförum.